Gylfi Þórhallsson var magnaður skákmaður sem að skilur eftir sig margar glæsilega perlur á skákborðinu eftir langan og farsalan feril. Ég kynntist Gylfa sjálfur fyrst ég var 16 ára gamall og flutti norður á Akureyri. Fór þá að taka þátt í skáklífinu hjá Skákfélagi Akureyrar og Gylfi var þá einn af aðalmönnunum í félaginu, svona sálinn í Skákfélaginu. Hann skiplaði mótin og hélt utan um úrslitin og maður skynjaði strax að þarna fór maður sem var mjög merkilegur. Það geislaði á honum ákveðin orka og þegar hann sat við taflborðið þá gat hann skapað alveg ótrúlegar perlur því hann teldi stundum eins og 19. aldar rómantíkar. Hann fórnaði mönnum og elti kóng andstæðingsins borðið og það var líka eins og að úrslitin í skákinni var ekkert endilega aðalatriði. Það var þetta að skapa eitthvað fallegt á taflborðinu. Gylfi var enda gríðarlega mikill keppnismaður og teldi alltaf til að vinna en það var alveg sama hvernig skákinnar fóru, hvort hann vann eða tapaði. Hann stóð alltaf upp brosandi frá taflborðinu, þannig að það var alltaf skemmtilegt að tefla skáki við Gylfa. Skákin sem ég ætla að fara yfir með ykkur hér er ein af hans frægustu skákum sem var tefld árið 1992 á móti sænsku stórmeistara sem heitir Thomas Ernst. Ernst var á þessum tíma annar stigasti skákmaður Svíþjóðar með 2570 skákstig, mjög sterkur stórmeistari og sigur Gylfa í þessar skák vakti mikla athygli, ekki bara vegna úrslitana heldur auðvitað vegna taflmennskunnar í skákinni sjálfri. Gylfi stjórnaði hvítumönnunum og lék E4 eins og hann gerði nánast alltaf. Ernst svaraði með sikilega vörn og við fáum fljótt upp svona klassíska sikilega vörn eftir riddari C6. Hér eru margir fínir möguleikar fyrir hvítan en Gylfi velur frekar rólega leik, biskup E2 og Gylfi var vanur að tefla svona venjulega á móti sikilega vörðinni, hvort sem það var næturafbrigði eða eitthvað annað og hróka venjulega stutt og sækja á kóngsvagnum. Þetta var það sem hann gerði yfirleitt. En hér ákveður Ernst að snúa taflinu yfir í drekaafbrigðið. Margir aðrir góðu möguleikar fyrir svartan en hann velur drekaafbrigðið og þekkti það mjög vel á þessum tíma. Gylfi hrókar, biskup G7, biskup E3 og stutthrókun og þetta er bara mjög eðlileg uppstilling á mönnunum. Og hér eru margir góðir möguleikar fyrir hvítan. Hann getur reynt að tefla upp á miðborðið eða hann getur sótt á kóngsvagnum, til dæmis með að hafa drottningunni sína á D2 eða að leika F4, mjög snemma. Gylfi undirbýr þetta aðeins, leikur H3 fyrst og eftir biskup D7 kemur drottning D2. Hrókur E8 hjá svörtum, þessi leikur er svona til þess að sportna við þessum möguleika að leika hérna biskup H6 á einhverjum tímapunkti, að geta þá mögulega bakka með biskupin hér og undirbýr að hafa hrókin á E-línunni ef hún skyldi opna síðar. Gylfi byrjar að leika hrókur F til E1 og svo hrókur A til D1 og er þá búinn að koma öllum mönnunum sínum vel fyrir. Og hér gerir svartur eiginlega fyrstu mistökin í skákinni með því að leika í þessa riddari E5. Hugmyndin hefur sjálfsagt verið að leika riddari C4 sem er svona eðlilegt plani í þessum stöðutypum. Gallinn er bara sá að eftir F4 þá hefur svartur átt að segja á því að riddari C4 er líklega ekki skynsamlegur leikur því þá drepur hvítur á C4 og leikur hérna E5 og riddarinn á F6 gæti lent í einhverjum vandræðum. Sjá til dæmis þetta riddari H5, G4, riddari G3 og riddarinn lokast inni á G3. Þannig að í þessar stöðu hér þá var svartur að játa mistökin og bakkaði með riddarinn tilbaka, tapa tempói, hvítur ætlaði hvort er að leika F4. Nú hörfaði Gylfi með riddarinn sinn tilbaka á F3 og hugmyndin með þessum leik væntanlega svo að með því að koma í veg fyrir uppskipti þá kemur hvítur í veg fyrir að svartur geti létt á stöðunni. Ef að riddarinn er áfram á D4 geti svartur mögulega drepið og leikið biskup C6 og uppskipti var svartur með haga því hann er með þrengri stöðu þannig að Gylfi heldur mönnunum inn á. Og nú eru ýmsir möguleikar farnir að opnast eins og til dæmis að leika E5 þannig að svartur kemur drottningunni sinni af D-línunni og C7. Gylfi undirbýr þetta aðeins með að leika hérna A3, hálfgerður biðleikur. Svartur er líka í þeirri stöðu að hann getur volið lítið gert. Hann er ekki með neinn bein skotmörk, hann þarf aðeins að bíða eftir því hvað hvítur gerir. Hrókur E til D8 og hér leikur Gylfi riddari G5. Ég held að þessi leikur hafi verið leikinn til þess að lokka svartan til þess að leika H6. Ef að svartur leikur H6 hér þá fekk bara hvítur tilbaka og er þá kannski með skotmörk setna á H6-reitnum. En svartur leik í staði riddari A5 og hugmyndin er aftur svo sama áðan að hoppa með riddarinn á C4. Gylfi leikur biskup D3, hérna kemur E6 og þá drottning F2. Hvítur hóta piðinu á A7 og kemur drottningunni á aðeins betri reit, hún geti mögulega farið hingað og eftir B6 þá er Gylfi tilbúinn í átökin. Sjáum að allir hvítu mennirnir standa mjög vel á miðborðinu
og svartur búinn að eyða tími að fara með riddarinn hingað. Hann tilbúinn að hoppa með riddarinn á C4 en Gylfi á undan hérna og leikur þessu kraftmikla leik hérna E5. Og með drottninguna F2 þá drottningin líka tilbúinn í átökjana á F7 réttnum. Svartur drepur og Gylfi drap tilbaka og hérna sjáum við að ef riddarinn fer eitthvað opnast F-línan. Þannig að svartur var að drepa hérna á E5 með drottningu og hér eru ýmsir skemmtilega möguleikar. Við sjáum að hrókurinn hér, drottningin í skotlínu hróksins og það er mjög freistandi að fara með hennar biskup eitthvað. Leikur eins og biskup drepur B6 kemur strax upp í hugan en það er auðvitað riddari uppnámi hér þannig að Gylfi byrjar auðvitað á því að fórna riddarinn með F7. Lokka kónginn á F-línuna og biskup D4 og nú er hugmyndin að setja pressu á hennar riddara á F6. Nú fór svarta drottningin hérna yfir að H5. Svartur átti annan möguleika þessar stöðu, það var að leika drottning C7 og væntanlega hefur Gylfi ætlaði að svara þeim með að drepa hérna F6, biskup drepur F6 og riddari E4 með hótun að drepa biskupinn á F6 og ef að svartur leikur núna drottning E5 þá hvítur hérna frábæra fléttu sem að vinna svartu drottninguna. Þetta hefur Gylfi vafalaust búinn að sjá. Hann hafði mjög gaman að því að hafa upp á svona fléttum við talborðið eins og þessari hér. Riddari D6 skák hóta drottningunni og ef að svartur drepur þá drepur hvítur á G6 og hóta drottningunni hér. Hvítur með unnið tafl. En ef við förum tilbaka eftir drottning H5 þá lék Gylfi hrókur E5 með hótun hér að sjálfsögðu og eftir G5 þá lék Gylfi mjög áhugaverðan. Hann drap hérna á A5, B drepur A5 og núna biskup drepur F6, hrókur F1 og nú er hótun að drepa á F6 aftur. Svartur valdaði núna biskupinn með drottning H6. Man gæti spurt sig í þessari stöðu, ok, svartur er hrók yfir, heilum hrók yfir, getur ekki bara svartur bakka með kónginn, gefa hennar biskup, reynda að koma á hróknum F8 og telt bara skipta hann yfir. Við fyrstu sín lítur það þannig út en hér á Gylfi skemmtilega möguleika því eftir drottning drepur F6, hrókur F8 þá þarf drottningin ekki að fara af F6 hérna og leyfa uppskipti, heldur getur hvítur leikið riddari E4 með hugmyndinni eftir hrókur drepur F6, kemur riddari drepur F6, hvítur vinnur drottninguna tilbaka og verður manni yfir. Þannig að eftir hrókur F1 þá ákvað svartur að valda biskupinn með drottning H6. Þá komur sjálfsög riddari E4, kóngur E7 og riddari drepur F6. Hvítur er núna skiptamun undir, auðvitað stór sókn, en svartur hefur væntanlega haldið í þessa stöðu að hann væri búinn að bjarga sér fyrir horn með hrókur F8. Því að það er ekki annað að sjá en að riddarinn sé að falla á F6. En Gylfi var að sjálfsögum að sjá lengra. Hann leikir þessari stöðu riddari G8 skák. Hótar að sjálfsögðu drottningunni og fórnar riddaranum. Svartur verður að drepa þetta og þá drottning F7 og nú fer svarti kóngurinn á flagg. Ef kóngurinn fer á 8. reituröðina þá getur hvítur að sjálfsögðu tekið hrók með skák og haldið sókninni sinni gangandi. Þannig að Ernst lék núna kóngur D6 og þá kom hrókur D1. Óþægilegu leikur fyrir svartan, rólegu leikur, þannig séð, þetta er ekki skák en hvítur auðvitað hótar fráskákum með biskupnum og leið að biskupinn fer eitthvað að opna stílínan og biskupinn á D7 fellur. Þannig að Ernst lék hérna hrókur G7. Lítur vel út, hóta drottningunni og valda biskupinn í gegnum drottninguna en Gylfi lék núna biskup A6 skák og kóngurinn fer á flagg. Kóngur E5, við sjáum til dæmis eftir kóngur C7, þar hvítur auðvitað ekki að drepa með drottningu hér af því að hrókurinn drepur heldur getur hann drepa með hrók og síðan þess vegna tekir hrókinn hérna. Þannig að kóngur E5 og Gylfi bakkaði með drottninguna F2 og svarti kóngurinn á miðju borði. Hvítur er hrók undir en er með hættulegar hótanir sjálfsögðu. Drottning D4 skák er hótun, kóngur F5, biskup D4, enda með máti. Svartur verður helst að valda D4 réttin. Ernst lék þess vegna þessari stöðu drottning H4 og lítur mjög vel út, valdar 4. reitaröðina og býður upp á uppskipt á drottningum. Hvítum á að sjálfsög ekki leyfa uppskipt á drottningum í þessari stöðu, hann er hrók undir, þannig að Gylfi lék hérna G3 og ef svartur fer með drottninguna núna segjum til dæmis á E4 þá hefði Gylfi getað leikið hérna hrókur E1 og unni drottninguna. Þannig að Ernst hugsaði hér og fann leik sem að hristur upp í stöðunni hrókur drepur C2 og sjálfsögðu með hugmyndina ef að Gylfi hefði drepið hrókinn þá getur svartur bjarga drottningun og drepið hérna með skák og kemst inn í skákinn aftur en við sjáum með þetta að drottningun er hótað
og hvítu drottningunni hóta líka. Það eina sem hvíti þarf að gera er að skáka og bjarga drottningunni sinni. Þannig að Gylfi byrjar að skáka, hrókur E1 skák, kóngur verður að fara eitthvað og þá biskup B7 skák, kóngur D6 og núna loksins bjargast hvítu drottningin með drottning F8 skák og þá getur hvítur í rólegheitum drepið svörtu drottninguna og þetta er algjörlega búið. Ernst reyndi hrókur G6, þá kom H5 og þá kóngur drepið B7 og Gylfi drap á G6 og þá loksins gafst Ernst upp í þessari skák. Og þessi skák er svona eina perlum Gylfa við taflborðið. Mönnum er fórnað og kóngurinn eltur allt borð. Frábær skák hjá honum. Takk fyrir að horfa á þetta og takk fyrir að njóta þessar perlu með okkur. Sigurskák Gylfa gegn Tómasi Ernst, eina af hans frægustu skákum frá 92. Bless.